Já, komið sæl aftur og velkomin á Rauða borðinu. Ég heiti Marja Lilja og hér með mér Arna Magnea Dangs, kennari, leikona, réttindabaráttukona og 1000 félagsmiður. Vertu velkomin. Takk. Tíður gestur við Rauða borðið, en að þessu sinni ætlum við að ræða svolítið menntamál. Þetta nú, já, svona þín hjartansmál, verandi kennari. Já. Ég búin að starfa núna sem grunnskólakennari í 20 ár, en hef kennt á öllum skólastigum. Kenndi á leikskóla í Finnlandi í 1 ár og hef kennt, í 4 háskólum hérna á Íslandi og náttúrulega, listaháskólunum og kendi í leiklisskólum út í Bretlandi sem eru á háskólastigi. Og hef verið svona gesta stundakennari í framhaldsskólum líka, en aðalega hef ég verið að kenna í grunnskólanum. Og það svona margt sem að manni finnst búin að vera í þessu í svona langa tíma. Það margt sem rosalega vel gert í íslenska skólakerfinu sem að ekki talað nægilega vel upp. Eins og bara líðan barna okkar. Mér finnst miklu meira það hér eftir að hafa starfað í skólum erlendis að líðan barna skiptir okkur rosalega miklu máli. Og þannig ætti það að vera vegna þess að barnin sem líður ekki vel, það lærir ekki neitt. Að þröngva eitthvað inn í hausina því þannig að það skil einhverjum árangri í prófi en það skilur ekkit eftir sig. Ekkit annað en að þegar fram í sækir þessi vanlíðan. En börnum á Íslandi samkvæmt, og það eina niðurstöðum PISA-könnunar, líður almennt vel og ég vil betur heldur en víða annars staðar. Síðan eru við... En samt einhvern veginn alltaf talað að börnum líði svo illa. Já, þeim líður vel í skólanum. Já, þeim líður betur. Það segir ekki alla söguna. Þeim líður betur heldur en til dæmis og þeim líður almennt vel. Það ekki þar með sagt að öllum líði vel. Og það má alltaf gera betur. En ef við erum að bera saman íslenska skólakerfið við kannski skólakerfi annarra þjóða, þá mætti alveg tala þetta miklu meira en hefur verið gert. Og eins og í PISA-könnunum, þar sem hefur verið bara ofta að horfa á námsárangur, þá það nú þannig hérna á Íslandi að þegar við erum svo lítið mengi, að þá erum við, þar segja skólakrakkarnir, öll undir í þessu, að meðan víða annars staðar, þá þetta bara úrtak. Og þá þetta úrtak úr almenna skólakerfinu en ekki því sérhæfða. Hvað á ég við með því? Já, hérna á Íslandi erum við með skóla án aðgreiningar sem þýðir að öll börn eru í sínum heimaskóla. Og upprunalega þegar þetta kerfi var sett á, þá áttu öll börn að fá þennan stuðning, þar að segja börn sem höfðu sérstakann vanda, námsvanda við að etja sem voru í sérskólum áður, að þegar þau fóru inn í almenna skólakerfið þá átti að fylgja þessi sérfræðingar sem voru í þessum sérskólum. Það fylgdi ekki, fjármagni fylgdi ekki sem var talað og það þýðir að við erum kannski með 20 pluss börn í bekk, svo ég vil nála 24 í bekk að meðaltali. Og við höfum 40 mínúna kennslustund, það innan við 2 mínútur á hvern nemanda og við erum kannski með 10 til 12 nemendur í bekknum sem þurfa sérstaka aðhlýningu og það segir sér sjálft að við erum ekki að ná að sinna þeim sem skildi og þegar svona mikil tími fyrir þessa nemendur þá eru aðri nemendur sem að fá ennþá minni tíma og verða jafnvel alveg út undan. Það að segja nemendurinn sem geta plumma sig sjálf, þeir eru bara látin plumma sig sjálf á stóru hluta. Á móti kemur að við eyðum mikilli orku og tíma í að passa upp á líðan barnanna okkar. Passa, engin verið út undan, við gerum vinatengslakannanir, við fylgjumst með þeim í frímínútum. Nú það þannig að allir kennarar taka sér einhverja frímínútavaktir yfir vikuna. Allir umsjónarkennarar fylgja bekkjunum sínum í matatíman og fylgjast með þeim. Þannig að við erum mjög mikið með börnunum okkar og pössum rosalega vel upp á þau. Og ef eitthvað kemur upp á, þá reynum við alltaf að leysa það sem fyrst í samvinnu við foreldra og alla tengda aðila.
og það að börnunum okkar hérna á Íslandi líði almennt betur en annars staðar ekki þar með sagt að þú veist að við getum ekki gert betur og þeim eigi ekki að líða enn betur því að við erum að líka sjá það að þú veist sérstaklega líðan hinsegin barna fyrir versnandi og það náttúrulega bara tengist orðræðinu sem í kringum okkur við erum líka að sjá það að líðan barna að verðindum upplifuna fyrir versnandi og það aftur tengist orðræðinu sem í kringum okkur orð hafa ábyrgð og þegar fullorðið fólk er svona kannski ógætilega að hamra á lyklaborðið og heldur að það hafi engar afleiðingar þá hefur það afleiðingar það, þú veist, fólki sem les þessar athugasemdir, það hefur afleiðingar á það fólk og það hefur áhrif á þeirra börn þannig að sko þetta gamla orðatiltæki aðgát skal höfð í nærveru sálar þú veist, það þarf að vera á netinu líka Hérna, já, það því þú veist að tala hérna OECD samanburðin, þá eru, ég meit eins og þú ert að segja, þá er þetta svo rosalega fjölbreytilegur hópur sem að Íslendingar einhvern veginn svona tefla fram sem sínum hérna, OECD könnunarkrökkum. Eru þau þá í rauninni að keppa við sérhæfðar í skóla eða aðrar aðstæður? Er þetta ósanngjarn mæling? Já, sko, þú veist, bara ef við tökum Finnland að því elsti sonur minn, hann er hálffinnskur og hann hefur bæði verið í skóla í Finnlandi og Íslandi og þannig að ég þekki aðeins til og ég kendi á leikskóla í Finnlandi í ár nefnilega, alþjóðlegum leikskóla og að þá er það þannig að það er ennþá sérhæfðir skóla þú veist, börn sem eru með þú veist, svona, hvað maður segja, námsörðuleika, mikla námsörðuleika og svona frávik, þau eru í sérskólum og og þessir skólar eru aldrei inn í PISA-könnunum þau eru aldrei með þar það eru almennu skólanir og þannig að bara það að þú veist að já, við getum sagt að svona miða við íslensku skólana, þá gætu við sagt að það er bara topp helmingurinn af íslensku nemendum ef að þau myndu taka þátt þá var það svona sambarlegt eins og nemendurinn í Finnlandi var að taka þátt kannski er það fullgróft að segja að það sé helmingurinn og það má alveg rífast það en hvaða tala það er en þú veist, það er alveg klárt mál enga síður að við stöndum ekki jafnfætis þegar kemur að þessum könnunum hvað þetta varðar Það er eitt sem að hefur alltaf verið svona áhugjefni í allavega hvað mig varðar og það er að sjá sko þróunina í svona samkenndarleysi á meðal barna og ég held að það sé raunverulega kannski það sem við þurfum að vera að skoða að því að þú elur upp einstaklinga með enga samkennd þá ertu að fara að búa til ansi vont samfélag Já sko, við vinnum með það í skólanum og nú eru margir skólar sem að hafa tekið inn sko barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og eru með sérstök skólaþing og vinna með ákvæði barnasáttmálans og við vinnum með þetta í lífsleikninni við vinnum með samkennd og samhug og allir skólar eru með einhvern orð mjög margir skólar eru með einhvern orð eins og ábyrgð og virðing og við vinnum með þessi lífsgildi og hvað þau þýða þetta er náttúrulega líka gert erlendis þeir eru með sérstaka í Danmörku eru þau með sérstaka námskrá þar sem þau eru að kenna börnum samkennd alveg frá fyrsta bekk og upp úr og ég held að gera það meira að segja í leikskólanum líka en ég bara þekki ekki til þar í Finnlandi þá er það bara þannig að það eru alltaf miklu færri í bekk mikið af þessum vandamálum sem við erum að sjá hérna á Íslandi er vegna þess að það er alltaf margir í bekk þú veist, við erum með 24 meðaltali í bekk sumstaðar meira, sumstaðar út á landi minna sem skekkir meðaltalið ég meina, þú veist, ef inn í meðaltalinu er skóli eins og Grunnskólinn og Bakkafirði já, eða bara, þú veist, Mjóafirði þar sem eru kannski 6 nemendur þú veist, frá fyrsta bekk upp í 10. bekk þú veist, og og þeir eru inn í meðaltalinu þannig að það skekkir þú veist, hlutfall kennara per nemenda
og það líka annað sem að það gerir að sko, ef við bara tækjum eins og stór höfuðborgarsvæðið og svona þá hugsa ég að meðaltal væri kringum 24 í bekk og það einn kennari og eingöngu ef þú ert með nemendur sem eru, þú veist, þá erum við ekki að tala nemendur með námsörðurleika. Það fullt af nemendum sem eru bara með mikla sérþarfir og námsörðurleika. En þú færð ekki orðið stuðning í bekk nema að nemandinn sé virkilega annarkvort vanvirkur eða það að segja hann gerir ekkert nema með stuðningi eða hann sé akkurat í hina áttina svo ofvirkur að hann mjög truflandi og jafnvel ógnandi öðrum börnum og þá farðu stuðningin í bekk. Oftast eru bara umsjónarkennarar, aðri kennarar bara einir með börnunum. Það hefur mikið verið talað einmitt þetta sko, og þá sko, þetta skóla án aðgreiningar en með tilliti til þeirra fjölmörgu móðurmála sem að Íslands samfélag býr núna yfir. Við erum bara að verða stærra samfélag, fjölbreyttara fjölmenningar samfélag og hér eru þetta fylgda mikið af krökkum sem að koma sumir að koma úr erfiðum aðstæðum bara sem flótta börn, önnur eru að koma ég bara með foreldra sínum sem eru að vinna eða setjast til lengri tíma og þannig að það líka svona misjafn hvati kannski á bakvið að læra íslenskt mál ef að fólk að koma í styttri tíma í kannski nám eða það kemur til þess að vinna að einhverju verkefni og fara svo aftur með krakkana með sér, þá auðvitað kannski ekkert neitt gríðarlegur hvati til þess að læra íslenskuna heima við. En þannig að þetta eru svona fjölþættara og fjölbreyttara vandamál heldur það var áður. En hvernig finnst þér svona umræðin í kringum þetta? Hún hefur verið svolítið svona tekin upp af hægrinu sem einhver svona ástæða fyrir því að við ættum að hefta aðgengi útlendinga að Íslandi hreinlega vegna þess að við skólakerfið sé hér í mólum eitthvað svona. Eru þessi börn til dæmis, eru þau að sliga kennslustofuna? Sko, fyrsta lagi þá vil ég ekki meina að skólakerfið sé í mólum. Nei. Skólakerfið náttúrulega byggt þó að þetta séu byggingar og malbygg fyrir utan og rólur, að þá þetta náttúrulega byggt af fólkinu sem vinnuðar og fólki sem vinnuðar allstaðrað og þetta fjölmenningarsamfélag skólinn og þetta líka svona þverskurður að bara starra samfélaginu sem Ísland og það alls ekki brotið. Það eru held ég nánast öll að ég þóra fullera að reyna að gera sitt besta hvern einasta dag og vinna í samstarfi, góðu samstarfi við heimili. En það eru auðvitað hnökrar og ég myndi segja að mikið af þessu vandamálum geti leyst með því að fækki bekkjum. Það væri bara, þú veist, að myndi leysa rosalega mörg vandamál. Það kostar peninga. Þá bendir yfirleitt þetta hægra fólk á hvað íslenska skólakerfið dýrt. En málið fyrir mörgum árum í svona, ég veit ekki hvers konar bókfarsbrellu, þú veist, leik, þegar skólanir voru teknir yfir af sveitarfélögunum. Þá var hluti af kostnaði skólakerfisins sem var ekki á ríkinu því að þegar þeir voru að reikna út kostnað skólakerfisins þá voru að reikna skólakerfið sjálfu sér. Ríkið átti síðan allar byggingarnar. Það var það var undir eignasýslu ríkisins. Það var ekki hluti af kostnaði skólakerfisins. Núna eru byggingarnar inn í kostnaði skólakerfisins. Og auðvitað það mjög dýrt skólakerfi sem að rekur miklaðar byggingar sem alltaf verið að laga. Þú veist, sýnt og heilagt sem að einhvern veginn verðist aldrei verið hægt að laga fullkomlega. Og ég skil ekki hvernig, þú veist, við erum að fara til Frakklands og við erum að sjá skólabyggingar á Englands sem eru 200 og 300 ára gamlar og það engin mikla. Ég held að dóttir mín hafi verið í 600 ára gamlum skóla. Og eins og í Sviss, þú veist, það sem hafi verið komið skóla sem eru, eins og þú segir, 600 ára gamlir og það engin mikla. Þú veist, akkur þú veist, þetta vandamál á bara ekki eldri húsum, heldur kannski 70 árum og jafnvel yngri húsum en það. Það komið mikla í viðbyggingum á húsum sem var bara 25 ára gamla viðbyggingar.
þetta eitthvað stórkostlegt vandamál og eitthvað sem að, ég veit ekki hvort þetta sér íslenskt, en ég hef það svona tilfinningur að það sé það, svona svipað eins og malbyggju okkar veriðist, okkur tekst aldrei að malbyggja nema að það dugi 1 ár í einu. Við þurfum alltaf að malbyggja sömu slóðana ár eftir ár. Já, við erum alltaf plástra vandamáli. Já, á meðan, í Pólandi og Þýskalandi og víða í Evrópu, þar sem ég hef verið að keyra, þar er við að keyra vegum sem voru lagðir fyrir 30, 40, jafnvel 60 árum síðan. Þannig að það er margt sem þarf að skoða. En að segja að eitthvað kerfi sé ónýtt, það er greinilega margt sem að, hvort það er spillinga eitthvað annað sem að þarf að skoða, en það er ekkert kerfi ónýtt. Hvorki starfsfólk, nýja börn að erlendum uppruna er vandamál. Fólk er aldrei vandamál. Og við hefum aldrei að tala eins og fólk sé vandamál. Það er ekkert langt síðan í sögulegu samhengi sem að þjóðir fóru að krefjast vegabréfa. Bandaríska þjóðin sem að öfgahagrið vill nú míga utan í, sem er nú samt þjóðfélag sem virðist verið að hrynja hreinlega, að innan frá að þetta er þjóðfélag sem er byggt á innflytjendum, þrælum og frumbyggjum og flóttafólki. Það er Bandaríkin. Flóttafólki meðal annars hér. Já, meðal annars frá eftir móðurharðindin hérna á Íslandi. Akkurat. Sem voru til Norður-Ameríku, meðal annars til Utah og gerðist mormonar og síðan Salt Lake City og síðan til Kanada. Þannig að við þurfum náttúrulega bara að gera betur og líka þá getum við ekki, setta upp að ábyrgðina á fólki sem er flytjengað inn, að það verði bara að læra íslensku. Við þurfum að gera betur í að þau hafa tækifæri til að læra íslensku. Það er að efla ísat-kennsluna, íslensku sem annað tungumál, í skólanum. Lengi vel var ekki til almennileg námskrá fyrir ísat. Það var bara fyrst á þessu ári sem að komið inn á mentor og inn á inn á námskrá, aðalnámskrá grunnskóla og framhaldsskóla, þar sem það er búið að laga svolítið þennan kafla. Hann var eiginlega bara, annarkvort varst á fyrsta, öðru eða þriðja stigi. Það er reyndar svolítið svona núna, það er búið að útskýra það miklu betur. Og það var bara, og nú er komið líka forstig. Það er að segja fyrir þá einstaklinga sem er bara algjörlega ótalandi. En það er líka komið kennsluefni. Og það er bara stórlega vantað. Ísat-kennara hafa verið stöðugt að finna upp hjólið. Kennari í Breiðholti hafa verið mjög duglegir. Þeir fengu sérstaklega styrk og gerðu til dæmis Breiðholtsbrú, skólabrú, þarna fyrir íslensku kennslu fyrir erlenda nemendur. Og við þurfum að gera það sama fyrir fólk sem er að koma hingað til þess að vinna og vill vera hérna áfram. Ástæðan fyrir að það hefur verið svona verið að reyna að setja það inn í kjarasamninga að það fengi að læra íslensku vinnutíma er vegna þess að við viljum vernda íslenskuna sem okkar þjóðmál og núna er 25% af þjóðinni af erlendum uppruna og ef við ætlum í alvöru að vernda tungumálið þá getum við ekki ætlast til að þetta fólk geri það á sínum eigin tíma, borgi fyrir það sjálft eða geri það eftir fulla vinnudag þegar það þarf kannski að sinna börnunum og fleira þeim dúr. Þess vegna er það að ummikið fyrir fólkinu sjálfu sem að það hefur verið krafa meðal annars frá ASI að þetta fólk fengi að læra íslensku vinnutíma. Það hefur verið gert lítið úr þessu og sagt að þetta skipti engu máli og það skipti bara máli að fá fleiri krónur og þetta eigi geta verið inn í kjarasamningum og þetta sé bara vók kjaftaði meðal annars en þá erum við leið að segja að íslenskan sem þjóðmál skiptir ekki máli því við getum ekki bæði haldið og sleppt. Ef við erum ekki að gefa þessu fólki tækifæri og læra íslensku á vinnutíma, þá erum við að segja, þá er bara lagi að þau tali annað tungumál. Þá er bara íslenskan ekkert lengur þjóðmál. Þá er það bara eitt af mörgum þjóðmálum. En kannski það bara eitthvað sem við þurfum fyrir að horfast í augu við. Já. Ég meina, pólskan er orðin, náttúrulega, ákveðið þjóðmál hérna. Kærasta mín er pólsk
talar reyndar frábæra íslensku og ensku og fleiri tungumál. Ég held að það sé svona vilji flestara líka sem að hér búa að tala íslensku, en það auðvitað miservitt fyrir fólk í mismunandi aðstæðum. Já, en hún getur, ef hún vill, bara átt viðskipti við pólsfólk. Það litla Pólland á Íslandi. Þú veist, það eru pólska búðir, það eru pólskir hárgreiðslukonur, það eru pólskir naglafræðingar, það eru pólskir heilbrigðisstarfsmenn og svo framvegis. Þannig að ef það er þinn einlægu vilji að læra ekki íslensku sem pólveri, þá getur þú alveg lifað góðu lífi innan litla Póllands. Þannig að þú veist, þetta er veruleiki nú þegar sem að fólk þarf að horfast augu við. Og ef við viljum ná til þessa fólks og við viljum að það læri íslensku, þá þurfum við að gera það þannig að það sé auðvelt og aðgengilegt. Við getum ekki sett ábyrgðina. Já, við þurfum að byggja brúna. Við getum ekki sett ábyrgðina á þetta fólk. Nei. Plús að síðan sko með flóttafólk og innflytjendur. Það sem öfgahægrið gerir, það bendir á að vandamálið sé afleiðingin, það er að segja flóttafólkið og innflytjendunir. Þau benda aldrei á orsakina. Af hverju eru við með flóttafólk og innflytjendur? Við erum með það vegna þess að við erum að ítundi stríðsrekstur og átök annars staðar í heiminum. Við erum búin að arðræna, sem þú veist, bara vestrænu þjóðir, búin að arðræna, þú veist, það sem við köllum þriðja heimsríki, sem voru sko sögulegu séð alls engin þriðja heimsríki, voru með blómstrandi menningu og vísindi og tækni löngu undan Evrópuþjóðunum fyrir 2.000 og 3.000 áru síðan. En í gegnum nýlendu árin og nýlendu stefnuna að þar sem við arrændum með þessar þjóðir, þá byggum við til þetta vandamál. Þú veist, við byggum Evrópa bjó til vandamálið sjálf. Og heldur áfram að móka í það. Já, og heldur áfram að búa til vandamálið með því ítöndir stríðsrekstur hægri vinstri út allt. Þannig að við verðum, að meðan við erum að búa til þetta vandamál sjálf, þá verðum við líka að taka á móti vandamálinu þegar það kemur bankað upp á heima hjá okkur. Akkur er þetta svona vók, Arna? Ég hef einhvern veginn alltaf haft svona mikla réttlætistilfinningu alveg bara frá blautu bassbeini og ég held kannski þú veist, alltaf verið þetta öðruvísi barn, skrýtna barn. Ég veit ekki af hverju, þú veist, meðan En fyrir þér er þetta vók bara réttlætiskenndin og... Já, ég meina, þú veist, vók og anti-vók, fólk getur skilið það bara á svo marga vegu og margan hátt og þetta er orðið einhverju orðskripi. Þannig að þetta er orðið vopni í höndum sumra. Ég trúi bara, þú veist, mannréttindi skipta máli. Jörðin okkar skiptir máli. Þú veist, við erum, þú veist, öll saman á þessari jörð. Við erum öll bara, þú veist, eitt kyn, mannkynið, homo sapiens sapiens. Þó svo að núna, þá hafa vísindin sanna fram á að Evrópufólk er með smá neanderdalsgeni í sér, sem að Afrikufólk er ekki með. Þannig að það var spurning hver er frumstæðari? Af því að það var lengi vel talið að neanderfólk var frumstæðara heldur en homo sapiens sapiens, sem að reyndar vísindin er búin sína fram á að var ekki. En heldur voru þetta bara ólíkar gerðir af fólki og það er líka búið að sína fram á að þú veist, hvítagenið er stökkbreyting sem var bara til fyrir 68.000 árum. Þannig að þú veist, rasismi og allt þetta finnst mér bara heimst. Og því meira sem maður les og því meiri þekkingu sem maður býr yfir, og þá er ég ekki að tala um menntun, heldur þekkingu. Og það geta allir búið þekkingu, burt sér frá menntun. Og fólk geta líka alveg verið, þú veist, fyrir ekki orðbræði fávitar þó þau sem er mikla menntun. Þú veist, það eitt vísar ekki á annað. En menntun, og það er það sem ég segi börnunum ég kenna, gefur þeim fleiri tækifæri. Það gefur þeim val. Það snýst ekki um að eitthvað starf sem mikilvægur en annað. Fleiri leiðir til þess að auka við þekkinguna. Fleiri leiðir og meira val hvaða vinnu það vill helga sér. Þú veist, ef að þinn draumur er, þú veist, að fara á sjóinn, eins og, þú veist, ég ólst að hluta til upp í Sandgerði og það var draumur mjög marga að bara vera, þú veist, fara á sjóinn. Það er ennþá draumurinn minn. Já, þú veist, þá er ekkit að því, þú veist, en
og ég sagði það þegar ég kendi í Sandgerði meðal annars, kendi þar í 4 ár og ég fekk ofta þessa spurningu frá svona ákveðnum aðilum þar sem sögðu, akkur þarf ég að læra þetta, ég ætla bara að vera trillukalli eins og pappi og afi og langafi og þá sagði ég bara vegna þess að þú vilt hafa val og þú vilt líka auka þín eigin viðsýni bara því að þú veist, menntun máttur og það gerir þig líka bara miklu mennskari að þú veist að búa yfir þekkingu hvernig svo sem þú nýtur það og ég meina afabræði mínir sem höfðu ekki mikla menntun á bakinu voru rosalega vel lesnir og byggu yfir gíflegri þekkingu og bara vitarari menn hef ég vart hitt þannig að sko þeir letu það ekki stoppa sig að afla sér menntunar og þekkingu þó þeir hefðu ekki tækifæri til þess að ganga mennta veginn þannig að mér finnst fólk oft rugla þessu saman og búa til andstæða póla og búa til einhverja sundrung sem þarf ekki endilega að vera sundrung það fólk búið að gera það saman með bókið þú veist hættum þá bara að tala bók tölum mannréttindabaráttu og segðu það þá bara hreint út því fyrir mér að vera bók mannréttindabarátta ef þú ert á móti kvenréttindum ef þú ert á móti hinsegin fólki ef þú ert á móti transfólki ef þú ert á móti mannréttindum og bara mannsamandi lífi öryrkja þú veist, og fatlaðra, innflytjenda flóttafólks bara allra minnihlutahópa hvaða nafni sem þeir teljast ef þú ert á móti þessu þá ertu anti-vók það bara svo einfalt þú getur ekki sagt nei, ég ekki á móti neinu þessu, ég bara á móti vókinu hvaða skilgreining á vók ertu þá með? Ég held að við getum talað það fram að nótt þessi mál ég já, held að við verðum að setja punkt hér í það. Við erum búin að fara við að vjöll en það var gaman að spila menntunina og bókið sem endurinn Arna Magnaði Dags. Takk kærlega fyrir að vera hérna með mér og á þessum nótum skulum við ljúka þætti kvöldsins. Ég þakka kærlega fyrir mig, ykkur sem að áhlítuð og samstagsfólki mínu þakka ég kærlega fyrir daginn og auðvitað öllum góðum gestum. Ég minn ykkur á að hægt að gerast áskrifandi á samstöðin samstöðin.is. Þar hnappur sem hægt að íta á stendur einfaldlega á honum áskrift en já, bara bless í bili og takk aftur. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.